Komið sæl. Í dag, 10. september, haldið upp á alþjóðlegan forvarnadag sjálfsvíga allan heim. Tilgangur dagsins þríþættur. Vinna að forvörnum sjálfsvíga, minnast þeirra sem fallið hafa fyrir eigin hendi og styðja og hlúa þeim sem mist hafa ástvin í sjálfsvígi. Það þessi síðasti punktur sem ég ætla að fjalla hér, sorg og stuðning í kjölfar sjálfsvígs. Það huggar okkur sem mist höfum í sjálfsvígi ekkert að vita árlega falla á heimsvísu 800.000 manns fyrir eigin hendi. Það huggar okkur heldur ekkert að vita að á Íslandi falla 40 manns fyrir eigin hendi árlega. Þetta segir okkur aðeins að á 40 sekúndna fresti deyr manneskja í sjálfsvígi og að við það hrynur veröld, fjölskyldu og vina sem standa í kring. Þetta segir okkur að við sem höfum misst í sjálfsvígi erum ekki einum að syrgja. Talað að í kringum hvern einn sem fellur fyrir eigin hendi standa eftir nærri 100 manns sem kiptir undan fótunum við áfallið. Líf okkar breytist við svona áfall, það verður aldrei neitt eins. Það tekur verulega á að fara í gegnum sorgina og vinna sig í gegnum hana. En sorg samheiti yfir þær tilfinningar og viðbrögð sem allar manneskjur finna fyrir við missi og andlát ástvinar. Það hins vegar einstaklingsbundið hvernig hver og einn upplifir sorgina og vinnur úr henni. Það engin ein rétt leið og einhver tveir fara nákvæmlega eins í gegnum sorgina, en það þykir ekki góð leið að fara í gegnum hana með því að ýta tilfinningunum frá sér, stytta sér þannig leið eða ætla að fresta því að fara í gegnum þær eða deyfa tilfinningarnar á einhvern hátt. Sorgin kemur yfir okkur eins og öldur og við erum í lagi eina stundina en alveg niðurbrotinn þá næstu. Það ekki hægt að sjá fyrir sig hvenær gráturinn og vanlíðanin hellist yfir mann. Það skiptir engu hvort við erum út í búð, í boði, í bílnum eða heima. Aldan bara kemur. Ég nefni hér bara nokkur atriði sem eru flestum syrgjendum sameiginleg. Það að finna fyrir einbindingarleysi og minnisleysi, það mjög algengt. Að vilja tala þann sem við höfum misst. Við höfum þörf fyrir að tala aðdragandann og andlátið og jafnvel aftur og við alla sem við hittum. Algengt að velta fyrir sér hvað ef ég hefði ekki gert svona, ef ég hefði gert hinsegin. Og þetta hvað ef, fólk getur fest í því. Það getur komið upp í huga eftirlifanda að finnast þeir ekki geta haldið áfram að lifa eða finnast þeir vera að missa vitið. Ef þessi hugsun hefur komið í kollinn á ykkur, munið þá að þið eru ekki ein. Ekki einum að hugsa á þennan hátt. Þið vitið líka að sjálfsvíg aldrei rétta leiðin. Ef þið eru hrædd við eigin hugsanir, ræðið þá við fólkið ykkar, við fagfólki kringum ykkur eða hringið eða notið netspjalli hjá 1717. Þar fólk með reynslu og yfirsýn yfir öll úrræði sem í boði eru fyrir syrgjendur. Syrgjendur geta átt góðan dag en svo kannski mjög slæman þar á eftir. Stundum náum við svo viku þar sem okkur líður vel, en þá kemur næsta vika á eftir sem erfið. En það kemur að því okkur fer að líða betur í lengri tíma. Þegar við glímum við sorg mikilvægt að fylgja hjartanu, hlusta á hvernig okkur líður, vera góð við okkur og þolinmóð. Reynum að einfalda líf okkar, fækka streituvöldum og gera það sem okkur finnst hjálpa, en láta hitt vera. Taki einn dag í einu og gleðist yfir litlu sigrunum, það að geta klætt sig, farið í búð, elda eða hringt í vin. Fyrir ykkur sem hafi nýlega misst, þá vil ég segja að það hægt að komast í gegnum þetta og þið verðið að trúa því. Það þarf ekki að fara í gegnum þetta á hnefanum einn. Þiggja aðstoð ættingja og vina og leitið uppi þau úrræði sem í boði. Það misjafnt hvað hentar hverjum og einum og maður veit ekki hvað hjálpar nema að prófa. Sorgarmiðstöð býður upp á fjölbreytt úrræði fyrir syrgjendur. Sorgarmiðstöð staðsett í Lífsgæðasetrinu í gamla Sankti Jósefsspítala hér í Hafnarfirði. Það hægt að hringja og fá upplýsingar, senda tölvupóst og á heimasíðunni sorgarmiðstöð.is má finna margar góðar upplýsingar. Þar eru góð ráð fyrir syrgjendur og líka efni börn og sorg. Sorgarmiðstöð sinnir öllum syrgjendum, bæði fullorðnum og börnum. Allir eru velkomnir og þjónustan syrgjendum að kostnaðarlausu.
Á síðunni má líka finna ráð fyrir þá sem standa syrgjendum næst og þá sem standa eins fjær, kannski nágrannar og vinnufélagar. Málið er að við fæðumst ekki með þá vitneskju hvernig við eigum að umgangast fólk í sorg, en það er hægt að lesa sér til. Dagskrá sorgarmiðstöðvar er aðgengileg á heimasíðunni undir dagskrá, en boðið upp á fræðsluerindi, hópastarf bæði fyrir börn og fullorðna, opin hús og djúpslökun og gönguhópurinn skref fyrir skref er starfræktur. Mér langar sérstaklega að nefna nokkur atriði á dagskráni hjá okkur í sorgarmiðstöð. Fyrst er það fyrirlestur sem heitir Sorg og sorgarviðbrögð fyrir þá sem hafa nýlega mist. Ég get mælt með þessum fyrirlestri fyrir alla sem hafa mist ástvin, en það þarf að skrá sig því að við verðum að passa upp á 2 metra regluna. Annað er stuðnishópastarf fyrir þá sem hafa mist í sjálfsvígi. Þetta eru lokaðir stuðnishópar þar sem sama fólki hittist í 6 skipti undir handleiðslu fagfólks með reynslu á missi. Og næsti hópur fer af stað núna 15. september og það er opið fyrir skráningu á síðunni. Svona vinna í hópastarfi hefur reynst mörgum vel og þarna deila syrgjendur reynslu sinni við að fara í gegnum erfiða daga eins og afmælisdaga, dánardag og hátíðir. Við ræðum tilfinningar eins og reiði og áhrif umhverfisins á líðan okkar og það að finna að aðrir eru að takast á við nákvæmlega það sama og maður sjálfur gefur styrk. Ég vil taka það fram að lögð sérstök áhersla á trúnað í hópastarfinu. Við erum stundum spurð að því hvenær er heppilegt að byrja í hópastarfi eða taka þátt í hópastarfi. Það er oft talað eftir 4 til 6 mánuði frá andláti, en svo getur sumum hentað að byrja fyrr og öðrum seinna. En hópastarfið er reglulega yfir árið og það þarf bara að skrá sig. Það er einnig ýmis þjónusta í boði fyrir börn og ungmenni sem hafa mist ástvin hjá sorgarmiðstöð og í október verður erindi fyrir börn og ungmenni aldursskipt sorg og sorgarviðbrögð. Námskeið fyrir börn og ungmenni sem stýrt er af fagfólki hefst svo í framhaldinu í október. Ég vil hvetja ykkur til að skrá ykkur á póstlista sorgarmiðstöðvar til að geta fylgst með því sem er í boði. En það eru fleiri úrræði í boði fyrir syrgjendur sem mist hafa í sjálfsvígi, en yfirlit yfir þau úrræði má finna á heimasíðu landlæknis í kjölfar sjálfsvígs til syrgjenda og aðstandanda. Ef þið googlið þetta þá kemur það upp. Einnig er listi yfir lesefni og annað hjálplegt á heimasíðunni sjálfsvíg.is. Á heimasíðu Alþjóðadags sjálfsvígsforvarna sem er undir merkjum WHO, Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, er á 63 tungumálum hvatt til þess að kveikja á kerti í kvöld klukkan 8. Við gerum það til að sýna stuðning okkar við sjálfsvígsforvarnir, minnast þeirra sem fallið hafa fyrir eigin hendi og sýna þeim samhug og stuðning sem hafa mist ástvin í sjálfsvígi. Kveiktu á kerti, farðu vel með þig. Takk fyrir mig.